náttúrulega annarkvort hún í lyfjagjöf eða í hvíld og þá náttúrulega lasin eftir lyfjagjöfina. Þannig að maður svona einhvern veginn alltaf að halda í von að maður geti farið og gert eitthvað saman sem fjölskylda eða eitthvað svona. En maður gleymir að hlúa sjálfum sér, þú veist, að því maður svo upptekinn að því að passa upp á hana og að henni líði vel og börnunum hennar og allt það. Ég heiti Ástrós og ég aðstandandi. Systir mín með brjóstakrabbamein, greindist jólin 2017-18. Var búin að vera mikið veik áður og kom í ljós og þarna hún var með brjóstakrabbamein, fór í stóra aðgerð og lyfjameðferð eftir það og hún búin að vera með krabbameini síðan þá og enn að berjast. Ég fór ekki fyrir núna í janúar að leita mér aðstoðar, þetta mörgum árum seinna. Ég var búin að mála ofboðslega svarta mynd á ákveðnum tíma. Gekk inn á Krabbameinsfélagið, mölbrotin á líkama og sál, hitti hana Lóu, búin að vera hjá henni og hjá Þorra sálfræðing og þau eru alltaf jafn elskuleg og taka alltaf jafn vel á móti manni og fylgjast vel með manni. Bara dásamlegt og skiptir engu máli hvar á landinu þú ert. Ég bý á Norðurlandi og það var bara fundinn tími fyrir mig sem myndi henta. Ef að það væri einhver að greinast í dag þá myndi ég svo sannarlega vilja sá hinn sami myndi fara og leita sér aðstoðar. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.